N1 er stoltur styrktaraðili N1-deildarinnar. N1-deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Einar 29-29 jafntefli gegn Akureyri. Leikinni gerast varla mikið meira spennandi þetta? Nei, þetta var ótrúlega spennandi og það hefur verið mjög ljúft að sjá boltan í netinu í færinu sem við fengum í lokin en því miður þá hafðist það ekki og það er súrt, við erum konið 3 yfir og svona mér fannst við vera eiginlega að sigla þessu í höfn en seikt í Akureyringunum og með góðri hjálpa þá tókst þeim að jafna metin. Þú vandalega við dómarinn, þú varst nú ekki alltaf sáttur með marga dóma í leiknum? Nei, ég meina það er alltaf bara lýsandi fyrir leikinn, það er alltaf bara djók að við höfum fengið fyrstu 2 mínútur leiksins. Þetta var alltaf bara, þetta var box-barda í fyrri hálfleik þar sem að annað liðið lá í gólfinu en hitt lið stóð uppi, þannig að þeir unnu það og við svona áttum ekki okkur á því fyrir eftir svona 40 mínútur leik að við þyrftum að vera aggressívari en þá fáum við 2 mínútur þannig að það var nú dálítið sjokk en þú veist, þetta er bara djók, ég meina, dómgæslan 60 mínútur er svona 80-20, 70-30 okkur í óhag, þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt og með ellir dómgæslu þá er alltaf unninleik, en við erum líka að gera fullt af mistökum og þurfum að skoða hvað má betur fara í þeim efnum, en við vorum líka mjög flottir sýndum mikið karakter, erum undir í fyrri hálfleik, erum undir í upphafi seinni hálfleiks en komum okkur í þá stöðu að geta klára leikinn og það er svona svekkjandi eftir á að hafa ekki náð að klára þetta og svona ég hefði átt að sennilega taka timeout þegar voru svona einhverja 2 mínútur eftir áttum 2 mörk og svona skipuleggja sóknarleikinn aðeins betur. Við vorum kannski orðnir þreyttir og vorum að taka svona, fengum ekki tvöföldu sénsana sem Akureyri fekk alla leikinn þannig að þetta gerði okkur svolítið erfitt fyrir. Gerir FH og HK gerir jafntefli í kvöld og það væntanlega setur upp alveg rosalega leik fyrir ykkur. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Ég veit ekki hvernig staðan er einu sinni, sko. Ég bara vissi það fyrir þessa leiki að við myndum að ná 3 stigum, þá erum við inni og við þurfum bara að ná þessu, þú veist, þó við höfum unnið í dag, þá höfum við alltaf þurft stig í næsta leik og það er bara betra að fara í næsta leik og þurfa að vinna heldur en að vera að horfa í eitthvað svoleiðis. Þannig að við verðum bara að líta á jákvæðar hliðarnar á þessu og undirbúa okkur vel fyrir HK-leikinn og það er bara úrslitaleikur og við verðum bara að vinna það helvíti og koma okkur í þessu úrslitakeppni. Við verðum alveg hrikalega flottir í þessu úrslitakeppni ef við komum okkur þangað. Eins og búin að segja, þetta er búið að spilast alveg ótrúlega þessir síðustu umferðir og það er allt opið og nánast hverjir sem geta farið inn og hverjir sem geta farið út. Síðan fáið þið frábæran stuðninginn í dag, það er væntanlega köllin eftir að taka hann með ykkur í næsta leik. Já, ég er hrikalega ánægður með áhorfendur og stóð sér frábærlega, stalla húa að spila og búrgeri á grillinu og bara hrikalega flott umgjörð og áhorfendur voru vel með á nótunum og ég held að það hafi bara skemmt sér vel líka, þannig að svona þetta vera og þú veist, vonandi, þú veist, eins og var svo sem í undanúrslitum bikarnum að það var fullt af frömmurum sem mættu í þann leik og hjálpa okkur mikið og ég hvet bara alla framara til þess að mæti Digranesið og